Góð spurning. Hljóðið komið. Snill. Takk fyrir þetta. Já, í tímanum í dag, sorry, Freysteinn. Við ætlum að byrja því í dag að tala eitthvað sem heitir frávik. Hverju kannast við frávik? Eða það sem heitir á eðlilegu máli exceptions. Það einhverjum sem kannast við það, mjög eðlilegt samt að þau kannast ekki við það því að ég 99,9% sem það sé ekki farið í forritun, en ekki rétt. Já, ok. Þannig við ætlum að læra það í dag. Aðeins svona smá þessi kom alveg inn á netið 10 mínútum áður en tíðin byrjaði, Ég skal reyna að hafa það fyrr, en jú, þeir komin á netið. Spurningin var að koma fyrr, læstu þinn á netið. Þeir kom inn á þess vísað inn á, það er bara mæskúl. Mænsjúl. Undir annað efni eru kóður fyrirlesturum og þar með talið þetta ætti að vera efni úr fyrirlestunum frekar. En hérna sem sagt GitHub síða og hérna til dæmis undir week 2 eru þessir fyrirlesturar. Ok. Og þeir eru samt tekkaðir, Það þýðir að fyrirlesturinn lítur svona út. Jú, og svo náttúrulega PDF-skili líka. Já, ok, en exceptions, frávik. Exceptions eru, fyrirvarinn sem ég ætla að gefa ykkur. Exceptions eru mjög lítið notuð í C++ og til dæmis, ef þið verða að vinna hjá Google, þá það, coding-standardin hjá Google að nota aldrei exceptions. Þess að nota aldrei frávik. Þetta bara svona enn eitt svona programming paradæmi. Þetta hlotið rosalega mikla vinsældir. Þetta í rauninni út allt, exceptions, og hefur sína kosti og galla, menn eru svona svolítið á svona þessum nýjustu tímum farnir að stíga svolítið frá frávikum og farnir frekar að nota aðrar aðferðir eins og Go, sem eru reyndar líka frá Google. Það forritum að nota engar exceptions. Það er ekki, jú, það er reyndar til, en það þýðir að það hafi orðið eitthvað svona catastrophic failure. Af því að það sem er að gera svolítið með exceptions, af því að, þið sjáðu þetta heitir frávik, þetta er eitthvað svona frávik frá eðlilegri keyrslu, þetta er eitthvað svona exception af staða sem er komin upp. En menn eru farin að nota þetta bara í alls konar hluti, og sem hluta eðlilegri keyrslu í mörgum forritunum. Dæmum þetta til dæmis ef að við fáum einn streng frá notanda, annarkvort hann slæðir inn í eitthvað fíl í vefsíðunni okkar eða hann að sláða inn á reikniborðið hjá okkur bara. Og við ætlum að athuga hvort það sé heiltalað. Þó algeng aðferð til dæmis í Java eða fleiri forritum að reyna að afhenda parsfallinu okkar sem að kann að parsa strengi yfir í heiltölur, afhenda því strengin og ef það feilar, ef það kemur upp einhver villa, þá segir við ok, þú slóst ekki rétt inn. Þannig að þarna sjáum við að exception er í rauninni orðið svona hluta eðlilegu flæði í kóðanum. Að við búumst alveg við þessu. Þetta er ekkert svona óvænt hegðun. Þetta er rauninni bara mjög vænt hegðun þegar notendur yfirleitt mjög óþægir. Þannig að, já, frávik eru svona all over the map. Til dæmis notar Python frávik hægri vinstri, Java notaði svona í hefðbundnum skilningi, mestu leyti, og C++ svolítið svona eiginlega svolítið svona smurt ofan á C++. En, nóg það. Já, en það sem frávik gerir er rauninni þau gefa okkur leið til þess að taka á svona frávikum frá eðlilegri hegðun. Við búumst við því í öllum tilfellum eða svona flestum tilfellum ætti þetta gerast, en ef eitthvað slæmt gerist, þá ætla ég að vera með svona smá varaáætlun. Og við tölum það að kasta frávikum eða villum, það er oftast talað villum, að kasta villu, og það eru ensku throw exceptions, og svo það gripnar, það segja catch. Og það inspirar þessi keyword sem við notum, annars er það try og catch, sem við heyrum mikið. Í sumforritunum varum við líka til eitthvað sem heitir finally, það er eins og í
hlýtur að vera í Java. Það er í C#, það er í Python og fleirum. Og svo er þetta throw. Og throw segir í rauninni, hér var villa. Og ja, þetta er ástæðan fyrir því að tökum við það fyrst, að því ég mun að glemja eftir að menn eru farin að líka svolítið við GoTo, af því að þetta skemmir svolítið flæðið í kóðanum okkar. Það er ekki svona línulegt lengur, þetta fer að flæðið fyrir bara eitthvað allt annað leiðu við kostum nýtt. Og dæmið þetta sem ég ætla að segja ykkur að endurtaka aldrei aftur, þetta er bara C++, hérna síðunni, C++, eitthvað. Þetta er dæmi vill, það er að segja að allt sem er sett inn í try-blokk, það er svona sett í svona ákveðna gjörgæslu. Okay, þá veitum við bara hérna, ok, ef það kemur villa hérna, þá get ég tekið á henni. Og að taka á henni, það er þessi catch-blokk. Þannig að öllum try-blokkum verður að fylgja að minnstakosti ein catch-blokk. Við getum kastað, við getum hort á hvað sem er sem villu í C++. Þetta er ekki satt öll forritunarmál. Til dæmis myndi Java kvarta yfir þessu. Java segir allt sem er kastið sem villu verður að vera ákveðinni tegund. Förum ekki nánar út í það. En í C++ getum við kastað hverju sem er sem villu, en ég ætla að biðja ykkur guðanum bara valda náttúrulega að gera þetta. Það er að segja ekki kasta tölum eða karakterum eða strengjum sem villum, heldur notum við class. Og ég sýna ykkur hvernig við gera það. En, já, það er ein try-blokk sem segir, ok, hérna í þessum hlutakóðanum getur orðið villa. En þetta er svolítið kontrært, af því að, þú veist, í staðan fyrir þetta throw, þá þú geta alveg bara geta sett hérna if eitthvað, þá sé áttu við þessa exception. Af því að throwið er hvort inn í try-blokkin. En svona, það sem að sést ekki þarna í þessu dæmi er að þegar við setjum einhvern try-blokk, þá mun hann grípa líka allt sem að gerist í þeim föllum sem við köllum á. Þannig að ef við köllum okkur fall inn í þessari try-blokk sem að kastar einhverju villu, þá grípum við líka þá villu. Það segir hún er ekki grípin á undan á. Þannig að try þýðir bara þessi kóður í gjörgæslu. Og svo getum við grípið og þetta er ástæðan fyrir við kostum klösum en ekki tölum, er að við getum gripið margar tegundir á villu. Og þetta hefur merkingu, ég sýni ykkur eftir dæmi þetta, en þetta til dæmis segir sem svo að við ætlum að nota einhvern klasa sem að kann að tala við vefþjónn út í heim, við ætlum að parsa ykkur vefsíðu í kóða og við sendum hérna fyrirspurn og hann sendir okkur villu. Það getur verið rosalega margt sem fór úrskeiðis. Það getur verið að við náðum ekki sambandi eða það væri, náðu ekki að parsa síðuna því að það var eitthvað encoding vesen eða það getur verið sko milljón hlutur að. Og þess vegna höfum við margar tegund. Hann getur sagt hérna, já, þessi hérna villa kom upp sem var að serverinn svaraði ekki. Eða það er önnur villa að serverinn svaraði en hann svaraði með villu. Hann sagði hérna, serverinn sagði mér að hann hefði lent í einhverju veseni, en hann svaraði samt. Þess vegna höfum við þessar margar tegundir af villum. Og oftast höfum við líka einhver skilaboð inn í villum. Það er, já. Hérna ætla ég bara að sýna ykkur, þetta er einfaldara að sýna ykkur hérna, en hérna til dæmis sem er Python, hvort ég get. Nei, það er ekki það. 4, hérna, 22. Hérna ætla ég bara að búa til einfaldan lista í Python sem bara eins og array, getið ímyndað ykkur. Og svo ætla hérna að sækja stak númer 4 þessum lista sem er ekki til. Þá fáum við villu, þá kastar þess að Python villu sem að í þessu tilfelli skilin sem við nota, Python skilin grípur þessa villu og hún segir okkur, já, það var hérna eitthvað sem heitir index error. Og svo eru þetta skilaboðin sem eru í villinni. Það er að segja list index out of range. Reyndar myndi ég ekki búast við neinum öðrum skilaboðum frá index heldur en þetta. En til dæmis ef við vorum að tala við vefþjóninn, þá getum við fengið, já ok, það var connection error og þá getum við fengið, þetta var annarkvort hérna 400 villa, hann fann ekki það sem var á servernum, eða þetta var 500 villa, serverinn lenti ykkur vesinni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að yfirleitt, eða oft á tíðum hafa villuskilabúðin einhverja merkingu. Þannig að við notum svona klasana til að yfirflokka villunar, þú veist, eins og ég talaði með vefþjóninn, þú veist, það er connection error, ég náðu ekki að tala við vefþjóninn af einhverjum ákveðnum ástæðum, en svo erum við skilabúðin til að gefa nánari útskýringu. Ok. Þá ætla ég að sýna ykkur bara dæmi.
Já, ég talaði þetta fyrir. Og þetta er það sem ég var að tala bara. Og C++ notar líka svona klasa þegar C++ er þetta standard library, en std-lib, það kastar mjög sjaldan villum. Það er mjög fátt sem kastar villum í standard library. Það er kannski, eitt eða tvö föll í vektor og framvegis. Þetta er ekki mjög algeng. Þið munu kasta töluvert fleiri villum hana í ykkar int vektor heldur en í vektorgýri C++. En skoðum bara það. Við sýnum ykkur líka hvernig þetta tengist core-stacknum. Okay. Hér til dæmis erum við dæmi. Þetta er sem sagt eitthvað svona klassískur klassi eins og við munum, svona villuklassi eins og við munum vinna með í þessum kursi. Að við búum til klassa sem heitir bara, lýsir því hvað gerist, eins og til dæmis þetta, value to low exception. Það bara, í þessum tilvægtum var bara gildi sem við sendum inn í fallið á lágt. Og svo er annað þetta sem segir value to high, þannig að gildi var á hátt. Það er hátt líka hér, myndi lágt. Ok. Og svo erum við eitthvað mjög einkennilegt fall sem að tekur inn tölu og gerir ekki neitt á talinu 4 og kastar value to low exception ef hún er minni 4 og value to high exception ef hún er 4. Þetta er mjög silly fall. Og þá getum við sagt, hérna séð ég bara try og svo check n. Það er ekkert þróð sem gerist fallinni. Heldur er þróið inn í fallinu sem við kallum á, en það er alveg sama, þessi kóði er samt í gjörgæslu og öll föll sem hann kallar á. Líka föllin sem hann kallar á fallin sem hann kallar á. Og svo sjáum við hérna, ég get haft 2 catflows. Og þetta er bara því að við viljum kannski höndla mismunandi tegundir af villum á mismunandi hátt. Þannig eins og með hérna, ég vil tala með vefþjónin. Ef við náum ekki samt við vefþjónin, þá er það annað en að segja vefþjónin gaf okkur villum. Þannig að þá getum við birt mismunandi hluti. Ef við prófum að gera þetta, þá gerist ekki neitt. Já, ég ætla að slá tölu. Ef við sem 4, þá gerist ekki neitt. Ef við klæðum 3, þá fæ ég value to low exception. Og til mikið sko ekki gerst eðislega 22. Value to high exception. Ok. Þannig að þetta er svona algengasta formið sem við sjáum og þetta er eina sem þið þurfa að kunna exception í þessum kursi. Það segja að þið þurfa að búa til svona tóma klasa og svo getið þið bara kasta þeim. Og passið að náttúrulega fáið bara villu að við reynir þetta hér. Já. Ég er að kasta einu tilviki af þessum klasa og það er ekki alveg rétt það sem ég sagði daginn hvenær copy-constructor er að nota. Af því að þarna kostum við afriti af því sem við erum með hérna. En það skiptir engu máli. Ef við erum með tóman klasa og skiptir engu máli hvort við erum að kasta afriti á honum eða ekki. Fyrir það sem að til þess að það sé alveg skýrt, þá er bara það sem að þetta hérna þetta er bara tilvík af klasanum. Við erum bara búið til tilvík af klasanum og við erum ekki að geyma, við erum bara að kasta því. Þannig að í rauninni þetta er nákvæmlega sama og gera þetta hér. Eða bara svona þetta smíða tilvík af klasanum og þrói. Þetta er nákvæmlega sama. Ég bara gerir þetta 21. Þannig að smíða tilvíki og kasta því í einni línu. Hvað inn við? Skiljum við hvað? Klasana sem við erum að kasta. Tjekkfallið er bara dæmum fall sem að kastar villu. Það sem skiptir máli hérna er að við erum að búa til klasa sem við kastum. En já, við þurfum alltaf að búa þá til. Þannig að þeir hafa bara merkingu í okkar forrið. Eins og til dæmis í vektorklasanum þá erum við indexerar, eða index exception. Og hann hefur bara merkingu fyrir vektorklasana því að það kom upp einhver villa inn í hún. Það sé að En, já.
Svo hérna, eins og ég talaði, það stundum sko, ekkert bara viðeigandi að kasta villu. Og það taka rangt, þú skulum taka rangt. Einu sinni var ég að vinna. Ég að vinna núna. Ég var að vinna svona alvöru vinnu, þar sem maður þarf að skrifa kóða. Sem við þetta líka að gera núna, en allt í lagi. Og þar var samasemfall. Það er að segja, í mörgum forritunum málum eins og C++ getur maður yfirskrifað samasemvirkja. Það er að segja, spurt C++, eru þessi tveir hlutir eins? Þetta er til dæmis yfirskrifað með string. Það er með 2 stringi. A og T og A og yfirskrifað S á sem T, þá segir C++ true. Af því að það er búið yfirskrifað samasemvirkja, en samasemvirkja lappar í gegnum öll stökin í stringnum og aðtöku til síðans. Nema að ég var að vinna þannig í einhverju kerfi og ég var að aðtöku hvort að tveir hlutir var eins og þá fikk ég villu. Og ég var svolítið reiður af því að ég mátti ekki breyta þeim kóða þar sem að þessi villa kom upp, þannig að ég var að komast hjá því með einhverjum mjög ljótum og leiðilegum aðferðum. En pointið með því að það eru svona sumir hlutir sem ætti ekki að kasta villu. Ef þið spyrjið einhvern, er þetta sama þetta, þá ætti það aldrei að kasta villu. Þá ætti það bara að segja nei, ef þeir eru ekki eins, já, þeir eru eins. Það er að segja að það meikar ekki sens að samasemvirkjinn segir stundum já, stundum nei og stundum bara Og hérna er ég að gefa ykkur dæmi það, hvenær þetta er ekki viðeigandi að kasta villu. Hérna er ég að búa til það sem að tjekka hvort að karakter sé bara digit, sé á bygginu 0 upp í ASCII-bílinu 0 upp í 9. Og svo ger ég eitthvað auka tjekk, ef karakterinn er minni en 31, það sem er minni en 31 í ASCII-töflunni er ekki printable karakter, það er svo newline og svo svona alls konar svona control karakterar. Nei, newline er alltaf printable. Þetta er alls konar control karakterar, eins og bell karakterar og alls konar dót sem við þurfum ekki að vita hvað er, en það er allavega ekki hægt að prenta það, við getum ekki stimplað hann á lyklaborðið. Og þá kastum við ykkur villu bara, þetta er ekki printable karakter. En það skiptir ekki máli, við vorum bara að spyrja hvort það væri tala eða ekki. Þannig að það er svona sumfall sem að við viljum að kasta villu að við gerum. Eins og til dæmis að við indexum út fyrir eitthvað í arrayinn okkar, þá getum við ekki gert. Við getum ekki gefið eitthvað tölur tilbaka sem make sens. Ef við segjum hérna, við höfum array eða vektor með 10 stökum og við byggjum 25 staki, það er að gefa sem make sens. Þetta er það sem við kallum svona frávik. Það verður að biðja eitthvað sem er ekki til og við getum ekki svarað nokkuð mögulegan hátt. Ekki nema að þú búin til einhverja hefðun að ef þú biður staki í sæti 25 þá bara setjum við nullar og gefum þið 0 og stækkum vektorinn. Það var eitthvað svona crazy hefðun sem við myndum aldrei nokkjan ekki huga útfara. Þannig að þarna erum við komin í einhverju stöðu þar sem við vitum ekki hvað það gerir. Þarna er kjörið að kasta villu. En í þessu tilfelli er bara, þetta er ekki tala, segir bara nei. Og til að sjá hvað gerist, þetta sjáu að þetta er ekki svona alveg elegant að gerast í Python. Python sagði bara, já, þú gerst hérna þessa villu, þetta ekki bara halda áfram. C++ bara og hættir. Þetta er ástæðan fyrir því að Python og Java og C# og svona flestu tungumál sem við erum í dag eru það sem heitir túlkumál, jafnvel þó að Java menn segir þau eru allan það sem hafa eitthvað svona runtime, það er eitthvað svona sandkassi sem þau keyri, það er eitthvað sem keyrir forritið fyrir. Það er svona maður sem situr og er að keyra forritið í þessu tilfelli er það bara forrit sem er að keyra forritið okkar og það sér, já ok, það komið billa, ég ætla að láta það svona poppa upp svona mjög þægilegan hátt. C++ er ekki svona. C++ er þýtt niður í bara native kóða fyrir örgjöran, þannig að ef ég hef með annan örgjör þá þarf ég annan C++ tíðanda og það er bara stýrikjörið sem að fara þessar villur hérna núna. Þess vegna kemur upp þessi villugluggi, af því að Windows fékk bara villuna á einhvern hátt. En hérna allan sjáum við að terminate called þetta er bara leiðin sem að C++ nota til að hætta. Þurfum ekki að fara út í það. En hann segir allan að við gripum þessa hérna villu og þá var engin, þessari villu var kastað og þá var engin til að grípa. Og þess vegna hætti forritið þetta keyra.
Ok, hérna erum við komið með eina tegund af exceptionir sem kannski algengari í raunveruleikanum. Það það við erum með einn klassa, exception klassar eru alltaf mjög einfaldir. Já. Nei, þú þarft ekki að include std except. Já, spurningin var hvort maður þurfa að include std except. Nei, það þarf ekki nema við ætlum að nota innbyggðu C++ villurnar. Svona ég mun ekki sýna ykkur ég mun aðeins sýna ykkur en ég ætla ekki að nota á nokkurn hátt. En hér ætla að sýna ykkur aðeins hann. Hérna til dæmis dæmi eðlilegri villuklassa svona í bestu mögulegum forritunum, þar sem við erum að geyma eitthvað message líka. Þessi vill að koma upp, hérna er aðeins nánari upplýsingar um það. Ef það á við. Hérna er mjög skrítin syntax sem ég vissi ekki fyrir að vera hægt að gera fyrir í gær. En já, það er hægt að frumstilla klassa svona. En við þurfum ekki að fara nánar út í það. En sjá, hérna er ég með try blokk sem að kallar á, og eina sem gefst í henni það kallar á fun1. Fun1 kallar á fun2 og fun2 kallar á fun3 og þar er hérna þessari villu klassa. Ok, nú langar við að fara með ykkur í gegnum það. Hvað gerist þegar svona villum er kastað? Þannig að við skulum setja upp þetta dæmi. Við erum með stakkinn. Við erum með stakk. Og nú þurfum við ekkert að pæla í hípinu. Það er eitt sem fer á hípið hérna. Við þurfum ekki að pæla í því. Það er svona strengur sem er inn í string. En hvað gerist núna? Eins og ég sagði, þá er búin að segja ykkur, þá fer main hérna á staflan, bara leið og forritið okkur er ræst upp, af því að C++ kallar sjálfkrafa mainfallið. Og það á í rauninni ekki neitt, þannig að það skiptir ekki máli, það er ekki tekið neitt frá neitt minni. Svo, þegar það er kallað fun1, þá geymum við stateið á mainfallinu okkar, við geymum gildið öllum breytum og svo leiðis, og bætum fun1 hérna á staflan. Og tökum frá allt minni sem það þarf og svo framvegis, bara setjum upp það umhverfi sem þarf til að fun1 geti keyrt. Okay, og fun1 kallar á fun2, þannig að þá setjum við á staflan hérna fun2. Og allt tekið frá fyrir það, svo framvegis, og fun2 kallar á fun3. Og allt tekið frá fyrir það, og svo byrjum við keysla á því. Og athugið þess að í hvers skipti sem við köllum að nýtt fall, þess að í hvers skipti sem það er kallað á nýtt fall, þá geymir hann stöðun á gamla fallinu. Það er að segja í fun2 þegar það kallað fun3, þá manar hérna, ok, þetta er staðan á öllum breytunum mínum, ég var nákvæmlega hérna í kóðanum mínum, svo kallaði ég fun3, þegar fun3 er búið, þá hoppa ég hingað út og svo held ég bara áfram eins og ekkert hafi ískolist. Þess vegna virkar föll, þar sé að þess vegna getum við látið svona föll gera svona subroutine fyrir okkur og allt heldur áfram eins og það. Hvað gerist nú? Nú nefnilega gerist svona óeðlilegur hlutur. Nú er kastað villu. Nú er villu kastað. Og það sem gerist þá er að við löbbum niður þennan stakk. Við löbbum niður þennan stafla hérna og tjekkum, er ég eitthvað staðar inn í try-block. Það er að segja, er kóðinn, af því að við muniði að á staflanum, þá muna öll föllin hvar þau voru þegar við kölluðu á fallið sem það voru í. Þess að þegar við kölluðu á fallið sem að gera það verkum að þau þurftu að hætta að keyra. Þannig að þá hoppum við hérna út, þá segjum við bara, ok, nú hættum við bara leið, hættum við keyrsluna á fallinu fun3. Sama ef það væri eitthvað hérna fyrir neðan, þú veist, x3, bla, framvegis, ekkert að þessu myndi keyrast. Af því að villu að kastað og þá bara hættum við strax keyrsluna hérna. Þetta er svona eins og return, nema að þetta er svona brutal return. Þannig að það sem hann gerir hérna er að sér, ok, hérna var eitthvað villa, hún kemur ekki á staflan, en þú veist, alltaf lagi, þá tjekkar hann fyrst, þetta throw, er það inn í try-block? Ok, hann tjekkar á því, nei, þetta hérna throw er ekki inn í try-block. Ok, þá það sem hann gerir, er að hann lappar hérna niður og skoðar, þar sem ég var inn í fun2 þegar það var kallað á fallið fun3, var sá hluti af fun2 var hann inn í try-block. Nei, hér er engin try-block, þannig að þá heldur hann áfram. Ok, en þegar það var kallað á fun2 inn í fun1 var ég þá inn í try-block.
Nei, ég var ekki inn í træblock. Ok. En þegar það var kallað fun 1 inn í main, var ég þá inn í træblock? Já, ég var inn í træblock. Og þá reynir hann að finna catchblock sem að inniheldur, sem að hefur signaturið eða hefur típuna á villinu sem ég var að kasta. Ef ég hefði sagt bara hérna, og ég akkurat kastaði weird exception með þessum skilabóðum hérna, þannig að hérna ætti ég að grípa hann. Og ég greip weird exception með skilabóðum A. En það verður að matcha, þannig að ef ég reyna að grípa bara einhver integervillu, þá fær stýrikjörið weird exception, af því að ég sagði bara hvað þetta gera ef ég fengi integervillu en ekki weird exception. Og saman þetta myndi gerast þó að Nei, getur catchblock verið með marga parametrar. Ég fékk þessa sömu spurningu í fyrra og ég myndi ekki koma að staði eftir þann tíma, hvort það er hægt. En ég ætla að segja kannski. Jú, auðvitað getur bara gert catchblock með eins kóða fyrir allt fyrir neðan, en ég held ekki. En þú veist, kannski ég hugsa þetta eftir ár líka, þá eru kannski búin að leita þér. Ég ætla að sýna ykkur fyrst hérna. Jafnvel þó ég gripið eitthvað integervillu hérna, þá fer ég samt upp í main-falli, af því að það er ekki nóg í þessu hérna, í þessari keðju sem við sá, þú veist, hann tjekkar hérna í fun-einum, ok, var ég inn í try-block þegar það var kallað á fallið fun-2? Í þessu tilfelli er það já, af því að inn í fun-1 er fun-2 inn í try-block, þá lappar hann á allar catch-blockinu og sér, ok, er einhver af þeim að grípa villu af minni tegund? Og ef ekki, þá heldur hann bara áfram að leita. Þá lappar hann bara upp aftur, eða svona niður staflan. Og ef hann finnur hvergi try-block, þar sem við verðum að grípa villu af sinni tegund, þá fer villan bara til stýrikerfisins. Og það er eitt að því að þú spurðir hvort það sé að grípa margar villur í einu, sko, í vissum skilningi, já, í rauninni það sem maður sér oft gerast, er að maður grípir þar villur sem maður veit að geta komið upp og hefur eitthvað skilning á til að byrja með, þannig að við getum gripið hérna weird exception og svo getum við gripið integer og svo fremvegis. Svo, ef það getur mögulega komið upp einhver villur sem við höfum ekki hugmynd þá getum við gripið allt með þessum hérna syntax sem er alveg fáránlega skrítið. Og Og hérna gripum við allar villur. Það er alveg sama hvaða tegund, hún er gripin hérna. Þannig að við sleppum þessari hérna, weird exception block, og gripum bara allt. Og gripum við villur. Já. Já, ég get kastað beint, eins og ég sýndi bara í dæminu hérna. Hérna kastaði ég bara beint. Þró getur verið hvað sem er. En já, þetta mætti þess vegna vera hérna inn í. Það getur þess vegna verið hér. Ok, er einhverjar spurningar þetta? Eitthvað óljóst. Eins og ég segi, við munum ekki nota exceptions á neitt svona flókin hátt.
við erum alveg einmitt notað þetta bara til þess eins og til dæmis í vektorklassanum eða verið indexað út fyrir þá ætlum við að kasta svona villum og þeir þurfu ekki einu svona sem að grípa því að ég sé það bara í testkóðan eða þú veist, auðvitað megið gera það þegar þið eru að testa kóðan og ég er náttúrulega eigið að gera það þar en svona tæknilega séð þurfum við þess ekki en já, það sem ég ætla að sýna ykkur hérna í glærunum er að já, svona hérna Silvercruise er með svona grunnklassa og sem heitir bara exception og það eru svona mjög algengt svona mynstur í forritunarmálum er að það sem heitir að allir villuklassar erfa einhvern ákveðin klassa. Þá getur við gripið allar þær, þú veist eins og til dæmis allar villur eiga það bara sameiginlegt að eiga ykkur skilaboð. Þannig að þá getur við gripið sem sagt þær villur sem við vitum ekki að koma upp, svo getur við gripið bara já, það getur hugsanlega komið upp einhver exception, þá getum við bara prentað þau skilaboð út, það látið vita þannig hvað gerðist. Og þessi klassi hérna á eitt stykki Watt, skemmtilegt nafn á hérna á falli og það skilar streng. Þannig að þetta er það sem allar Silvercruise villur erfa og við skoðum hérna vektor. Og fall hérna sem heitir ActiVector sem er bara nákvæmlega sama að gera hotklóan nema að það skila bara típunni. Þá kemur hérna eitt af því sem að Silvercruise segir okkur er exception safety og þetta segir eitthvað sem heitir strong guarantee, ég veit nú ekki nákvæmlega semantíkina bak við það. Já, hann getur kallað out of range ef n er ekki sem sagt, inn í range, þar að segja ef að það er of lítil tala og stór tala, þar sem við erum að indexa eitthvað út fyrir vektorinn okkar, þá kastar hann þessari villu, out of range. Við getum annarkvæmt gripið það, en eðlilega væri náttúrulega bara, ef við erum okkur vafa það að við séum einsagt á eitthvað sem stað, að það er sem sagt sækja það sem er ekki til staðar, þá ættum við bara að tjekka stærðina á vektorinn fyrst. Það verður miklu eðlilegra, en hann sem sagt kastar þessari villu. Sem að einmitt, við skoðum hérna operator hotklófi, sem er sem sagt bara það sem við notum fyrir sækjum stækinu eins og þessi array, array, þá gerist ekkert svoleiðis. Þannig að ef við erum hrætt að það sé málið að þessi indexa út fyrir þessu vektorinn eitthvað, þá skulum við nota attfallið í staðinn fyrir hotklóf. Af því að þá allan að fáið þið villu og fáið þið strax að vita hvað gerist, frekar hann að, eins og hérna segir hann, að behavior is undefined. Við vitum bara ekkert hvað gerist, við vitum ekkert hvaða staðið þá ef við indexið út fyrir arrayið ykkar hérna. Eða út fyrir hérna vektorinn ykkar hérna. Eigum við að taka pásu. Þetta er já.
Ok. Þá vendum við okkar bæði í Heljarnarkross og tölum reyna að líta átt fram hjá því að stendur Gagnasýnin 2014 á þetta. Já, nú ætlum við að venda okkur bæði að frelsarleikakross og tala tímaflækju. Grunar og þetta svolítið svona forsmekkur fyrir reiknirit. Þannig að við ætlum ekki að fara formlega í tímaflækju. Ef við lesið hérna kafla í bókinni, þá hann mjög svona formlegur og fer svona ítarlega gegnum allt og þau þurfa alls ekki kunna það sem stendur þar. Það bara svona eitthvað til árlega undirsöka að lesa það. En það sem við viljum aðeins bara fá svona smjörþefn, við viljum fá svona bara tilfinninguna, það sem við kvitana, hvað þýðir tímaflækju? Hvað áhrif hefur þetta? Og komast að við viljum vita hvað tímaflækja og hvernig það hjálpar okkur í að taka ákvarðanir og hver eru kostur og gallar hérna líka, því að tímaflækjan er ekki endilega fullkomið fyrirbæri. En, byrjum á því, til hvers notum við tímaflækju? Þetta byrjar alltaf auðvitað spurningu. Hvernig mælum við afkostreiknirinn? Ef að ég er með eitthvað reikniritt sem að þið getur tekið lista af heiltölum og raðunum og Nonni segist þér að koma með svona reikniritt líka og við ætlum að bera þau saman. Hvernig berum við þau saman? Ok, keyrslutími, mjög gott. Það er að já. En akkurat, það sem fyrsta sem við myndum detta í hug bara að bera saman keyrslutíma. En á hverju myndum við bera saman keyrslutíma? Ætlum við að bera saman keyrslutíman á ég að taka raðan lista í mitt reikniritt og læt hann fá rosalega mjög illa raðan lista, mjög óraðan lista, það er eitthvað þeng. Það er þetta þeng og það er mjög vel skilgreint, en ef við látum hann fá skelfilegan lista og ég fæ rosalega fínan lista, þá kemur mitt kannski mikið betur út. Þannig að ok, verðum að nota sama input, en hversu stórt er það? Ef við bara nota listastaf 10 eða ef við nota listastaf 10 og 100 eða 10, 100 og 1000. En svo, ef ég kannski hef ekki aðgang að öllum reikniritum, ef ég vil alltaf bara velja, ég hef aðgang að 10, það er einhver 10 mann sem eru búin að búa til svona reikniritt, en þeir vil ekki allir láta mig við kóðan sinn. Þannig að þeir geta sagt, ok, þetta raðar lista á lengd 1.000.000 á undir 100 millisekúndum. Vantar ekki hellinga upplýsingum það. Ég til dæmis hvernig tölvu varst að nota þegar þú raðar þessum 100 millisekúndum. Eða valdirðu uppáhaldslistaðinn, eitthvað svona hendaði rosalega vel. Eða hvaða forritunarmál varst að nota? Hvaða stýringjur varst að nota? Þetta skiptir allt máli ef við ætlum að fara að mæla tíma. Þannig að tími er eiginlega svolítið svona átt, af því að það er kröfur sem við verðum að setja á svona mælingu. Ef við ætlum bara að fá eitthvað reikniritt í hendurnar, utan á bæ, það þarf eiginlega að vera svolítið svona allan óháð vélbúnaði og það helst að vera óháð gögnum, af því að við verðum að forðast það að eitthvað velji bara uppáhalds listan sinni eða uppáhalds töluna sinni til að setja inn í reikniritt svo að það lítur rosalega vel út af pappír. Og það sem líka þarf svolítið að vera, ef við ætlum að hugsa bara abstraktli í eitthvað í reikniritt, við ætlum að þeir eru ekki búin að læra nóg til þess en við ætlum að ímynda okkur bara eitthvað reikniritt sem við erum búin að ákvaða eins og að leggja saman 2 tölur sem þetta gert á örgjörunum okkar í dag. Það var að vera óháð útfærslu líka, alveg saman hvort þú ert að útfæra þetta í Python eða hvort þú ert að útfæra þetta í Java. Við erum samt einhvern veginn geta borið þau saman í einhverju samhengi. Og það sem kom einmitt út til að út úr hótinu er að mæla fjölda aðgerða. Það er að segja hvaða, og yfirleitt það sem gert svona mælt í versta falli, hvað mun þetta reikniritt taka mikinn fjölda aðgerða sem fall af
það er kannski ekki allir því, en sem sagt bara þannig að við getum táknað það sem hlutfall eða fall af stærðin og inntaki. Það er að segja að við erum með dæmi þetta, við erum með lista eins og með röðunreiknivitið okkar, við erum með lista af stærð n, þú veist það eru n stök í listanum okkar, þá er fjöldi aðgerða einhvern veginn háður n. Og til dæmis verður mjög gott að finna reiknivit sem geti raða stökum í réttu röð þar sem að fjöldi aðgerða er einhvern veginn háður n, sem sagt proportional to n, þar að segja hann er í hlutfalli við n. Hann vex eins og n, þannig að ef þið ræðið 10 sinnum stærri lista þá fáum við bara 10 sinnum fleiri aðgerðir. Það er eiginlega ekki til, en það er svona næstu til. En stóra spurningin er hérna líka, hvað er aðgerð? Hver ætlar að segja okkur hvað aðgerð? Að leggja saman tvær tölur er það aðgerð? Það er aðgerð, já. Ok. En að bera saman, athuga hvort eitthvað sem minnir eitthvað annað, er það aðgerð? Já, það er vissulega aðgerð. Þannig að hvað ætlum við að fara djúpt? En hvað er það margar aðgerð? Að leggja saman, hvað eru það margar aðgerð? Er það ein aðgerð? Er það 32 aðgerðir? Eða 64 aðgerðir? Já, ok. Það er, í rauninni skiptir okkur ekki máli. Það er að segja að við horfum allar svona litlar aðgerðir eins og bera saman, leggja saman, sækja stak inn í array, alls konar svona aðgerðir sem í rauninni translatast niður í einhvern fjölda assembly aðgerða, þú veist, skiptir ekki máli hvort það eru 10, 20 eða jafnvel 100, eða alltaf 100, þá getum við litið á þetta sem eina aðgerð. Af því að þetta er einhver hluti sem breytist ekki. Að sækja 100. stakið í listanum tekur alveg jafn mikið tíma, eða í array, í minni, tekur alveg jafn mikið tíma að sækja stakið nummer 1200 eða nummer 5. Það eru ekki háðar því sem er að gerast, það er að segja það eru ekki háðar parametrum inn í indexum. Já. Akkurat, allar lykkjur, allt sem við endurtökum eitthvað ákveðið of, það er það sem við viljum telja. Það er að segja, ok, að sækja stak númer í einhverju array er konstant aðgerð, en ef við ætlum að gera það n sinnum, þá er þetta orðið n aðgerð. Og þá komum við eitthvað sem heitir Big O. Og það er sem sagt, í bókin er það mjög vel skilgreint, og þetta er skilgreint út frá markgildum, þetta er svolítið notast má stærðfræðigreiningu, en í grófdráttum lýsir þetta bara hvernig föll hegða sér á endanum. Það er að segja að, endanum, þannig að ef við segjum ímyndum við metum fjölda aðgerða með við stærri indexi, segjum við hérna röðunaralgoritman sem við varum komið á hann, ég og Nonni, og Nonni segir, ok, ég er með hérna n í öðru aðgerðir, en ég segi ég er með n log n aðgerðir. Kannastu við log? Já, þeir eru ekki stjáfni loggar þetta. Já, ok. Þannig ég segi n sinnum log n er fjöldi aðgerða hjá mér, cirka, og meðan hjá Nonna er n í öðru. En svo getum við kannski keyrt þetta á litlu inntaki, kannski segjum fyrir listaði lengt 10 eða 100, þá kannski Nonni með miklu hraðara reiknir en ég. En n sinnum log n vex miklu hægar heldur en í öðru. Af hverju getur það verið? Jú, af því að það er akkurat þess að við tala. Þessar aðgerðir sem við erum að tella sem eina aðgerð, það getur verið 100 aðgerð. Sem þýðir það að fyrir upp á einhverjum tímapunkti geti reiknirinn hans Nonna orðið hraðara en mig. En á endanum, það er að segja að því að Big O skoðar bara hvað mun gerast svona þegar þegar hlutinni vaxar og svona þá er orðin mjög stórir, ekki vaxar hratt, þetta er orðin mjög stórir. Þá segir Big O, þitt mun vera að taka færri aðgerðir heldur en Nonna. Það mun bara gerast. En svo aftur á móti, sko, þetta er ekki, eins og ég segi, þetta er ekkert heilag af því að við hundsum þetta fasta. Þannig að ef að fastinn í, segjum að ég þarf að gera konstant fjölda aðgerða, en þessi konstant fjöldi er milljarður,
þá það, mun taka mjög langan tíma að ná fram með nonnan með reikniritið mitt. Að ég sé mér rosalega svona einhverja analýsu eða eitthvað svona, ég sé með einhverja greiningu reikniritið mínu sem segir þetta rosalega flott og þannig, ef þú með inntakastærð einhverju billjarðar eða eitthvað svoleiðis, þá mitt verið hraðara, en þeim mun aldrei gerast, af því að það bara aðrar hlutur orðnir faktor. Þannig að þetta bara svona, þetta svona ein mælistikan sem við höfum. Það eru margar, auðvitað þetta þýðir ekki að við eigum aldrei að þetta tímamæla reiknir þetta, því að það hefur relevans bara í öðru samhengi. Ef við erum með einhverja vél sem ætlar að keyra hlutina fyrir okkur, bara þessi vél ætlar að keyra þetta forrið, þá getum við auðvitað tímamælt. Þú sér bara, keyrt 1000 sinnum reikniritið mitt, 1000 sinnum reikniritið hans nonna, segja ok, á þessari vél reikniritið hans nonna miklu betra fyrir öll inntök sem við búumst við. Við búumst ekkert við stærri listum en að stærð lengt 1000 og hann kannski með eitthvað sem virkar miklu betra á þessu hardveri, þannig að það bara fínt. Þannig að þetta þýðir ekki að það sé ekki relevant að taka tímamælingu. Tímamælingin alltaf bara háð ykkur. Við viljum helst vera óháð öllu þegar við erum að tala svona á abstrakt hátt aðgerðum. En algengastu tímamælingar sem við sjáum eru það sem við kalla big O af einum, sem að þýðir konstant. Það þýðir bara að það getur verið 100 aðgerðir, getur verið 10, en það mun alltaf taka sama fjölda aðgerða sama hvað inntakið er. Það er að segja að það er óháð inntakinu hvað þetta tekur langan tíma. Þetta getur til dæmis verið að sækja 5. stakið í array. Það er alltaf konstant. Sama hvort það eru 1.000.000 stöki eða 10 stöki að sækja, segjum fremsta stakið, það er alltaf konstant aðgerð. Log n, þið sjáu ekkert mikið af því, en ég tala binary search og þá kemur log n. Þið sjáu, ef við skoðum vaxtahraðan hérna, og þetta konstant, það líka bara þess. Ef við skoðum það uppsónuna sinn, þá lýsir það stærðina á inntakinu og þetta með x-ásinn. X-ásinn sýnir stærðina á inntakinu og uppsónuna sýnir hvað er fjöldi aðgerða með þetta stærra inntaki. Við sjáum að með konstant, að big O af einhverjum konstant, það er að segja með konstant reiknirið, þá er fjöldi aðgerða bara alltaf eins. Það skiptir engu máli. Við sjáum að log n líka bara felur sig undir. Þannig að ef við finnum log n reiknirið fyrir eitthvað, þá er það mjög nálægt í að vera konstant. Af því að log n er fall sem að telur í rauninni bara hvað eru margir tölustafir í tölunni. Það fall vex mjög hægt. Ef við erum með miljard, þá er það bara 10. Já, 30 því binary lóri en allan að það er allan mjög proportionally lítið hluti af tölunni. Þannig að log n mjög gott. Svo er eitthvað sem heitir hérna big O af n. Það er bara eins og að finna summu í vektor. Það þurfa að labba öll stökin. Þannig að það er háð fjölda staka hvað tekur langan tíma að finna summuna, eða fjöldi aðgerða til að finna summuna. Og það vex bara nákvæmlega eins og inntakið. Það er að segja, ef við erum með inntakastar 100, þá getum við búist við einhverju hlutfalli af 100 aðgerð. N log n er mjög algengt í svona röðunarreikniritum. Það vex tiltölulega hægt líka. Það er bara mjög gott, það er mjög nálægt í að vera n. Og svo er svona alls konar tímamælingar. Já, n í öðru er frekar slæmt. Það vex svolítið hratt, ef við erum með inntakastærð 10.000, þá erum við komið með 100 miljón aðgerðir. Sem er svolítið mikið. Eins og ég sagði í fyrsta tímanum að við getum búist við örgjari prósessorna ballpark miljard aðgerða á sekundu. Þannig að við erum komið svolítið nálægt því. Við erum með inntakastærð 10.000 sem er ekkert rosalega stór. Og svo er náttúrulega hryllingurinn hérna eins og 2 í ent og n hrópert. Ég held að kannski sjáu þið 2 í ent að reiknið þetta, en ég held að sjá ekki n hrópert. Ok, en hvernig vaxa þessi föll? Skiptir þetta einhverju máli? Er ekki hardverið bara nógu gott í dag, þannig að það skiptir engu máli hvort við erum enn í öðru reiknirit eða enn reiknirit aukvöldast. Skiptir þetta einhverju máli? Já, ok, hérna erum við skoðum bara hérna miljón, inntakastar miljón. Það er alls ekki óalgengt hjá okkur að vera með miljón stöð sem við þurfum að prósessa eitthvað leiðis. Það er bara frekar lítið. Þið sjáu hérna fjölda aðgerða með konstantar log.
og línulegt, það er bara fínt. N-log N líka bara ennþá mjög fínt. Það er ennþá bara, hvað er það, 100 milljón aðgerðir. Það er alveg svona, nei, 10 milljón aðgerðir, já, 10 milljón aðgerðir. Það er ennþá bara mjög gott. Það er ekkert hræðilegt. Strax við erum komin í N í öðru, þá erum við komin með 1000 milljarðar. Það er 1000 sekúndur cirka. Það er alveg langur tími. Og tala ekki enn í þriðja, þá erum við komið miklu lengri tíma og ef við erum komið 2 í enda, þá erum við komið hérna með alheiminn hérna, líftíma alheimsins og eitthvað svoleiðis, og sólarinnar og veit ekki hvað. En okkur þurfum að pæla í þessu, er ekki bara, örgjörðandi bara, verða ekki bara betur? Nei, það er einhver eðlisvæði sem ég kann ekki segja ykkur á sem að segja það að það eru virkilega takmörk fyrir því hvað örgjörðar geta orðið góðir. Og þetta er bara limiting faktor. Þetta er nú að gera ráð fyrir, held ég, 1 sekúnda á milljarð aðgerða sem er svona vel rúmlega slumpa, sko. Það yfirleitt nær, það er svona, þá erum við að tala mjög litlar aðgerðir, þess að mann á milljarð aðgerða sekundu. Það sjáum við enn í þriðja reiknir, enn í öðru reiknir myndi taka sko 16 mínútur, bara með stærð milljón, þess að inntaka stærð milljón myndi taka 16 mínútur. Og ef við verðum enn í þriðja reiknir, það myndi taka 31 ár. Það er svolítið slæmt. Og með þessi, ef þið finnir 2 í enda en hróknarstreiknir, þá er ekkert að fara að skoða neitt á neinu ráði, sko. Það er að segja neina stærð á neinu ráði, því að það er bara, það vex svo hratt. En við sjáum bara, í leiður komið 100, þá erum komið með sko 10-13 ár. Já, ok, það er svolítið mikið. Og en hróknar þá erum komið með sko eitthvað fáranlega saman tíma. Er allir samfærið það að við þurfum að læra tímaflækju? Og mér langar að benda ykkur á það, ég mun tala um þetta gegnum allt, þetta var bara kynning og svo mun ég tala alltaf þurfum við útfæra föll og mun ég tala tímaflækju. En hérna getið séð, þegar ég sýndi ykkur operator hotprófið áðan, þá stendur líka hérna complexity. Og þetta er það sem að Sigur Flús garanterar, að þessi konstant að sækja stað. Hvað er insert? Insert. Ok, áður en við skoðum það, hvað haldið insert sé? Við verum með vektorlengd milljón og við ætlum að inserta einhvern inn, já. Það er n, já. Af hverju er það n? Akkurat. Við erum yfirleitt að tala um worst case time complexity, eitthvað sem getur gerst í verstafalli. Og í verstafalli erum við að inserta stað ekki fremst í listan. Sem þýðir, fremst í array, eða vektorinn segir. Sem þýðir að við þurfum að taka öll stökin svona eftir í vektornum og hlýðraðum með. Sem þýðir að það eru ein aðgerð fyrir hvert stak í listan. Við þurfum að færa aftasta staki einu aftar og svo næsta staki einu aftar og framvegis. Og þannig að í verstafalli þá er þetta linear. Það er linear on the number of elements. En hvað með pushback? Hvað er með pushback? Pushback konstant, ok. Grunnur að standi eða konstant? Já. Já, akkurat. Hann segir konstant og svo segir hann amortized, sem er eitthvað skrítið orð. Amortized þýðir að ef við gerum þessa aðgerð, við tökum meðaltali að því að gera þessa aðgerð eitthvað ákveðu oft, þá verður það konstant. En svo segir hann að reallocation may happen. Hvað getur gerst þegar við erum að pushbacka? Þegar við erum að bæta aftast í vektor. Akkurat, ef capacity er ekki nóg, ef við eigum ekki, vektorinn heldur utan eitthvað array, og arrayið er bara fastri stærð, það má bara innihalda einhver ákveðin vörgstöð. Ef það er ekki nógu stórt hlutur fyrir hann að bæta aftast, þá þurfum við að búa til nýtt array og gera hvað? Færa gögn niður. Það eru línulegt, eða ekki? Við þurfum að færa þess að fyrsta staki úr
eina array yfir í annað og svo annað stakkið og svo þriðja stakkið og svo framvegis, þannig að þetta eru n aðgerðir fyrir n fjöldi stakka og svo getur loksins bætt nýja stakkinn aftast í nýja listan, eða nýja arrayið. Þannig að en amortized, þar að segja ef við skoðum á þetta bara í heildina, þá mun þetta yfirleitt taka konstant tíma. Það er bara svona ein stöku sinnum sem þetta getur tekið lengri tíma, en venjulega er þetta konstant. Já, þannig að þið getið dundað ykkur við það, sko, að hérna sé plus síðuna n. Við skoðum hérna það sem við varum með hérna. Við skoðum þetta hérna fall, skoðum odd-fallið sem tekur einhverju tölu, en hvað heldur að þetta tímaflækja þessa forrið sín, þessa falls sín? Konstant, býður ykkur betur. Hver séu konstant? Ok, hver séu loggan? Engin í loggan, jú, einn í loggan. Ok, hver séu línulegt? Línulegt, ok. Það er þetta fyrirst í hvernig horfa. Þetta er konstant fall. Það er að segja að þetta er bara ein aðgerð hérna, alveg sama hvað n er, af því að n er bara 32 bita integer, eða 64 eftir hvað plantanum er, þannig að þetta mun mest alveg vera eitthvað í kringum, eitthvað proportional við 60 og eitthvað aðgerðir, en það er alveg sama hvað n er. Það er alveg óháð því hvað er inn í n, hversu margar aðgerðir þetta er. Ok, hvað með þetta hér? Hvað er tímaflækja þessa forriðs? Þetta er n, já. Þannig að þetta forrið bara að lesa inn eitthvað n og svo lappar það n sinnum og leggur hvað ég að gera hérna? Jú, þetta er bara summa frá 0 upp í n, eða ekki módulo 5. Allavega, þetta er línulegt. Það er að segja að þetta er hráð n á þann hátt að við endurtökum eitthvað n sinnum ef við keyrum þetta forrið. Ok, hvað? Hérna erum við komin eitthvað aðeins praktískara. Hvað er til dæmis find? Þetta er bara find-fall sem að leitar að einhverju tölu n í array og skilar indexnum á hann ef hann finnur hann, annars skilar hann -1. Hvað er tímaflækjan af þessu? Þessu eru n, hvað sé n? N, hvað er n-hópurinn? Ég sjá hann. Ok, hvað er n í hópurinn? Hann er lítill. Hvað er hlutleysi hópurinn? Allir hinnir. Rosalega stór. Ok, þetta er línulegt að það ekki. Þegar í versta falli þá er stakið ekki í arrayinu eða það er aftast í arrayinu. Og þá þurfum við bara að lappa á öll sökin og aðtöfa hérna, já, ert þú n, nei, ok, ert þú n, nei, ert þú... Já, þannig er n reyndar mjög slæmt af því að n-ið er rauninni, þetta er lengdin sem við vorum að tala um. N var mjög slæmt val á nafni til að leita. En já, þetta er sem sagt orðið línulegt. En... Hérna er ég að aðtöfa hvort að array hafi duplicates, það er að segja að það séu 2 einstök í einhver array. Hver er tímaflökin af þessu? Þetta er n í öðru. Og mér er að segja, jú, í versta falli n í öðru, ef það er engin 2 einstök, þá þarf ég samt að lappa frá fyrsta stakkin í fyrir arrayinu og skoða öll. Í fyrsta stakkin í arrayinu og svo skoða öll hinn á móti, svo næsta stakki skoða öll hinn á móti, næsta stakki skoða öll hinn á móti og svo framvegis. Þannig að svona nestun og lúpu er oft gefa til kynna tímaflækjuna. Það er að segja að ef við erum með forlíkinn í forlíkju þá er það oft bendið til þess að það sé n í öðru og það sé svona mjög hæpið að halda því fram. Það getur líka verið n log n en svona algengast. Það er með lykkju og með lykkju n gefur þetta n í öðru en bara með eina lykkju þá er yfir þetta n. En já, það er eitt sem að
Big O gerir, það ignorar alla fast. Það er að segja, ef við þurfum að labba til dæmis 2 sinnum í gegnum listann okkar, þá er það ennþá lífið. Af því að það er bara alveg eins og að labba einu sinni í gegnum listann okkar og gera 2 aðgerðir. Og 2 aðgerðir bara horfa á sem eina aðgerð, af því að það er alltaf 2. Þannig að, og svo er það líka annað, við þurfum einu sinni að labba í gegnum listan okkar og svo, til dæmis að við labbuðum hérna fyrst í gegnum listan okkar og gerðum eitthvað merkilegt og svo labbuðum við svona 2-falt í gegnum hann, þess að 2-faltir ekki upp, þá er rauninni tímaflokkin n plus n í öðru, en n í öðru vex miklu hraðar, þannig að við getum bara sleppt þessu n. Þannig að það er bara stærsti faktorinn sem er dominant. Spurningin er hvernig mælum við tímaflækjur í korsifalla, það er svona almennt séð mjög erfitt og við munum ekki gera það. Ekki nema, sko, það er eitt sem getur gerst ef við bara sjáum, ef það er mjög einfaldur í korsifall, þá getum við séð bara tímaflækjuna, bara með því að analysera hvað við erum að gera. Ef það eru flóknari, þá er til alls konar fyrirbæri svona starffræðileg fyrirbæri sem hjálpa minni, en svona almennt séð er það mjög erfitt. Þannig að við munum ekki tala um það nema bara að mjög litlu leiki. Erum við með eitthvað hrópmerstæmi? Nei, ekki ómur. Það var til dæmis spurningin var hrópmert, ef við viljum sér hrópmert. Þá er til hérna fall í algorithm. Next permutation hérna. Ef við byrjum til dæmis með bara raðaðan lista og kalla þetta fall þangað til að þið fáið false, þá er það n-próf. Það er að segja að þetta er fall sem getur fundið allar umræðanir fyrir og umræðanir á lengd n eru akkurat n-próf. Þannig að já, ef þú vilt fá eitthvað sem keyrir mjög hægt, þá bara gjörðu svo vel. Glad to be of service. Já, og meira segja sko þetta sjálft fall er n línulegt, þannig að þetta getur ekki orðið sko n sinnum n-prófmer, sem er n plus 1 prófmer. Allt í lagi. En já, eru fyrir fleiri spurningar? Það er eitthvað meira tíminn er búinn. Hvort er í? Fullt af tíma. Ok, er eitthvað spurningar tímaflækju? Það var skoðið eitthvað. Við getum til dæmis prófað að, ef við skoðum þessi 2 hérna föll, find og ok, hvað er þetta? Ég seti inn 100.000, ég seti inn 1.000.000. Þetta tekur ekki langan tíma, setjum inn 10 milljónir. Það tók, bara aðeins að hugsta, við segjum 100 milljónir. Ok, þetta er aðeins bara að hugsta, tók samt svona tilfellega stuttan tíma, það eru innan við sekundu. Við prófum hérna miljard, 1-3. Já, þá hérna fengum við ekki náðu mikið minni. 500 milljónir. Ok, fengum við ekki náðu mikið. Þannig að það er bara 100 milljónir, en það er svona samt, það er aðeins bara að hugsa. Er það nokkuð að gefa start með þetta? Ok, þannig að hérna sjáum við 100 milljónir tiltölulega auðvelt bara. Þetta er línulegt reiknirit, allt í góðu. Skoðum núna enn í öðru reiknirit sem var hérna duplicate-svalið. Skoðum 100, það gerist instantly. 1000, instantly 10.000. Já, örgulega
53. Já, þetta gerist instantly af því. Þetta gerist instantly af því að það sem ég er að gera, til að gíska okkur þetta virkaði svona vel. Já, prófum hérna 100 milljónar, þeir því. Það gerist eiginlega alveg eins og línulega. Ég ætla að gíska okkur þetta gerist. Akkurat. Þetta er ekki að endurspegla versta tilfellið sem það getur lent í. Og það er greinilega bara mjög líklegt þegar við erum komið með, þú veist, mörg þúsund eða hundruð eða milljónir talna að random gefa okkur 2000 sömu tölu. Þannig að hann þarf ekki að skanna endilega allan listan 2000. En ef við gerum hérna þessu reiknum út í lífilegt og setjum bara unique tölur inn í allt. Þannig að fyrsta seti kemur 0, svo kemur 1, svo kemur 2 og svona framvegis. Og setjum þá inn 10.000. Og svo kom smá hik. Það kemur 100.000. Þetta þarf að taka svona tíma. Random gefur manni tölur á bilinu 0 og 1 max, sko. Já. Svo þetta tók svona tíma. En já, það er okkur er þetta svona lítið tala. Það er að nota hann eitthvað. Já, ok, ég veit ekki okkur randtaði þessu svona hérna, en það skiptir ekki alveg máli. Það er mjög skiljanlegt ef rand er að gefa mér tölur sem er ekki stærri en eitthvað 100.000 eitthvað list, þá er þetta bara mjög skiljanlegt að þessi finnist duplicates einum leið. En það sjáum við, bara með 10.000 inntaki, það er að taka svipað langa tíma, það er miklu lengri tíma heldur en þeir setja 100 milljónir inn í hitt. Þannig að tímaflækja skiptir máli. Og hérna ætlum við að fá það sama. Þetta er örugglega hraðara. Svo þetta keyrði hraðar heldur en hitt 100 miljón caseið þarna þegar ég var að fænda. Ástæðan fyrir því að þarna voru bara færri aðgerðir sem ég þurfti að taka í hvert skipti. Þarna var ég til dæmis ekki að taka frá minni, ég var ekki að frumstilla minni, þess að setja þetta dót inn í eitthvað array. Heldur var ég þarna bara að, þú veist, gera allt með tveimur breytum. Þannig að þið sjáu að það er miklu færri aðgerðir sem þarf að gera í hverju ítrun. Þannig að þetta er alveg eðlilegt að þetta tekir styttri tíma, en þetta tekur svona proportionally, þetta vex sem eitt jafn hratt og hitt. Þannig að ég segi 10. Ég ætla að taka muninn á því að tífalda alltaf eða tvöfalda alltaf. Það er svona mikið doubling test, þess að tvöfalda alltaf stærðin inntakinu og sjá hvernig tíminn breytist. Þá ætla að fá að sjá sömu hegðun út frá find og þessu hérna skrýtna forriti. Ok, við erum sáttir. Einhverja spurningar. Þá ætlaði ég að nota síðasta korterið til að benda ykkur á það að þess að nýjasta dæmitímaverkefnið er komið inn. Þar eigið þau að útfæra vektor sem við erum að tala svolítið um. Það er svolítið í síðasta tíma. Og eins og kannski heyrðuð í forritun, þá er vektor ekkert annað en bara array sem að, þú veist, vektor bara klasi sem að hjúpar array fyrir okkur. Þannig að það heldur utan að það að ef við vitum ekki stærðin af hlutum sem við erum með fyrir fram, við vitum ekki hvað við þurfum að geima til mörg stök, þá getum við bara að nota vektor. Og ef við ætlum að geima fleiri stök heldur en við upprunalega heldum, þá bara stækkar vektorinn arrayið sem hann að geima með þess að vera að nota bak við tjöldin. Og hann sér um að, þetta er bara svona bókhaldsklasi. Hann sér um að skila þetta minni, hann sér um bara allt fyrir okkur. Það munið að það er destructorinn sem sér um að skila minninu. Þannig að þetta er rosalega gott og ég myndi alltaf nota vektorunum að ég var nauðsynlega myndi að nota eitthvað annað. Og já, eina sem vektorinn er bara hefða sér nokkuð eins og
vektor hefur sér nákvæmlega eins og array, þar sem við erum bara að hjúpa array, við erum að búa til eitthvað hjúp, eitthvað föll sem hjálpa okkur að beita þessum aðgerðum á array sem myndi bara venjulega beita bara beint á array. Nema með þessu eina undantekningu ef að fá að bæta við staki, annarkvort með insert eða toolsbar. Þannig að vektorinn verður stækka, það er að segja þannig að það færi út fyrir arrayið okkar, þá bara stækkum við vektorinn með því að stækka arrayið sem liggur á baki og þá erum við búin. Þetta er rauninni bara hjúpur utan array. En í bókinni, þið getur bæði lesið þetta í lesið array, vektora í Savage bókinni. Ég benti á einhvern kafla þar og svo getur líka lesið það í Schaefer bókinni sem bókin sem á netinu. Nema að þar heitir þetta array list eða array based list og þannig verið að taka svona útfærsla, þar er verið að sýna að vektor er ekkert annað en útfærsla á abstract data type list sem við erum að tala abstract data types í næsta tíma. Það er ekki ennþá að pæla því hvað það er. Það er bara að sýna fram að þetta er bara útfærsla á þeim skil, því interface. En þetta er mjög líkt sem þið erum með max size og list size sem heitir size og capacity aukur. Svo er þetta eina sem þetta geymir sem að vektor geymir ekki, það er eitthvað ákveðið current stack. Þetta er staki sem ég er með núna, hefur þetta áhuga á í augnablikinu. Við erum ekki með svoleiðis. Og svo erum við með array. En það tvennt sem að sker svolítið, kannski, það er þetta tvípunkt, það er náttúrulega aldrei séð þetta áður. Class, A-list og svo kemur tvípunktur eitthvað. Þau hafa ekki séð þetta áður þannig. Það er mjög eðlilegt, af því að það er eitthvað að fara í þetta. Þetta er sem heitir erfir, en í þessu tilfelli getum við bara ímyndað eitthvað að þetta sé ekki. En með bara sleppa því pæli. Þetta er bara class A-list og svo bara útferður hann með eitthvað föll. Það er ekkert að pæli því. Sem er enn annað sem þau hafa ekki séð hérna er eitthvað svona template. Og þið getið ímyndað ykkur að þetta sé bara svona eins og typedef í augnablikinu. Það er að segja, þið munið kannast antalega við typedef, það þess að við bara gefum einhverjum típum nýtt nafn. Þið getið sagt hérna typedef int money. Það segjum við bara að money er bara annað nafn á típunni int. Þannig að það getur sagt hérna money n, síðan n. Og það hefur þessi nákvæmlega eins. Þetta er rauninu bara fítur sem segjum nú til þess að kannski gera kóðan okkur alveg læsileg. Þannig að template virka eiginlega alveg eins. Það er nema að þarna er rauninu bara búið til útgáfu af kóðanum okkar fyrir hvaða typedef sem er. Þannig að við rauninu segjum, þetta er nákvæmlega sama og gerist með vektor. Ef ég segi hérna include, þá segi ég hérna vektor af int a. Það er nákvæmlega það sem við erum að segja við vektorklassan, eða rauninu vektor og þetta er ekki klassa, þetta er template. Við erum að segja, ok, búið til vektorklassa, þar sem við erum búin að skipta út einu, eins og það er í þessu tilfelli, við veitum ekki hvað það heitir í C++ útfærslu, fyrir int. Bara allstað það sem að gefa fyrir x, þetta var bara int. Og það er nákvæmlega ekkert flóknara hérna. Það er að segja, ef þið ætlið að skoða hérna kóða og við erum að útfæra int vektor, þá bara ímyndið ykkur að séu öllum tilfellum bara int. Þetta er bara int stjarna listari og þetta er bara int reference og þetta er int reference og svo framvegis. Það er ekkert flóknara. En til þess að hjálpa ykkur, þá ákvað ég að sýna ykkur smá template kóða og gefa ykkur smá template kóða sem þið getið síðan notað til að hjálpa ykkur bara út önnina. Og hann má finna líka hérna á GitHub
Undir hérna debug eitthvað sem ég kallaði debug-utils.h og þið getur notað hann á eftirfarandi hátt. Inni í þessu, ef við skoðum debug-utils, þá er hann bara með fullt af einhverjum printföllum. Þetta er bara header skrá og ég útfæri reyndar hérna OStream-virkjan fyrir vektor, þannig að þið þurfum ekki að gera það. Og svo er bara með einhverja printskipanir. Þið þurfum ekkert að pæla í því. Hérna ég mitt notaði svona template kóða, þannig að þessi printskipun í rauninni bara tekur inn hvaða típu sem er og bara kallar að cout á hann. Gerir ekkert annað. En það sem hann gerir líka er að hann tekkar hvort að ég sé með eitthvað debug flag set. Þannig að ég hvet ykkur, ég get ekki hvað mikið nógu mikið til þetta. Ef það er að lenda í vesinni, ekki horfa bara á ábútið sem eigi að skila músík eða sem að kemur upp út, heldur prentið þið sjálf, steitið á kóðanum, þegar það segir svo rosalega mikið. Þá getið þið séð eitthvað sko óeðlilegt gerast. Þetta eins og ég skoðaði skunda hjá nokkrum og eftir það var eitthvað sem að skildi ekki að það fór ekki circular, fór ekki hring þegar átt að vera á svoleiðis. Ég byrjaði á því bara að prenta út stöðuna á skunda eftir hverja skipa. Bara hvert hann var að vísa og hvert hann staðsendingun hans. Og það var rosalega erfitt að sjá það því að kóðinn leit rosalega vel út. Hann leit út nákvæmlega eins og maður hefði hann leit út eins og hann ætti að virka. Nema að það sást þarna að hann var augljóslega ekki að gera þetta hluti, hann bara var komin í kolvitlausa stöðu. Þess vegna sást hann ekki fara í hring. Það var ástæðan. Það var ekki það að circular var ekki, eitthvað breyta var ekki frumstilt eitthvað þess. Og það bara þegar ég prentaði stöðuna sá ég það, þá fann ég vitlunarlíkt. Þegar hann fékk einhverja ákveðna skipun, þá gerðist ekkert. Þá skoði ég eitthvað switch case og sá, já ok, switchi var á einhverjum öðrum karakter heldur en átt að vera. Hann var að skoða, það var ekki F, H og Vaff eitthvað leiðis, og það var eitthvað R komið að þinni. Það var að skoða ef að karakterin sem fekk inn var R sem það gerðist aldrei. Þannig getum við fundið nákvæmlega hvar vitlunarlíkt eru sem er mjög erfitt að sjá annars. En þá getum við sett, ef við viljum nota þetta, ég hveti hver einnig til að nota þetta eða ykkur aðferð, þá getum við sett hérna bara þetta efst í mainfátið ykkar. Það segir bara múrsak sem þetta setur svona, alveg eins og verið að gera hérna, sem heitir makrói, skiptir engu máli. Hann bara skilgreinir þessa breytu múrsak sem er svona makróbreyta. En þetta er bara til að hjálpa ykkur, sko, þið megið sleppa þessu, þá verður bara að passa að segja debug false áður en að senda inn á músík. En með þessu þá bara gerist það sjálfkrafa. Hann aðtræðan bara, ef ég er keyrandi á músíksaröðum, þá mun ég setja debug eftir false. Þannig að hér til dæmis býr til vektor og svo bara prenta ég hann. Svo þetta býr til vektor og integerum með, sko að segja 10 sem upp á stöluna fyrir allra. Þá prentar hann bara hann vektor út og svo getur hann með hérna, print.ln er bara fatt sem að prenta línu. Og hérna getur ég hjálpað ykkur að segja stöðuna með því að segja bara, ok, x er setjum við þetta líki bara og svona, og þá getum við sagt bara x er x. Jú. Þá getum við prentað bara svona. Hjálpar ykkur rosalega mikið, svo bara, ég vil losna allt þetta noise, þá segir ég bara debug false. Og þá er allt áttúttu horfið. Og þá bara notið þið cout fyrir ykkar output sem á að koma út í forritinu. Ef það á eitthvað að koma.
Já, akkurat. Þannig að print-deadline fyrir það sem það vilji bara koma þegar það er að debugga og cout fyrir það sem það vilji koma bara alltaf. En ef við tala örlítið template, ég mun tala meira template í lok annar. Þá, eina ástæðan fyrir að tala það núna bara sá að þennan bókin notar þau svolítið, en eins og ég segi, þetta ekkert flóknara, það bara að það verður að skipta út, þið basically getið skipt út þessum type names hérna fyrir bara eitthvað concrete. Það að segja að þið getur bara horft á þetta eins og þetta verður int og þá erum við komið með integer array list. Eða þið getur horft á þetta sem string og þá erum við komið með string array list. En það sem í rauninni gerist á bakvið sem við tala það í 10 mínútur, að C++ lesi við kóðan ykkar. Þannig að hann skoðaði hérna kóðan minn og hann sá hérna, ok, hann að kalla print-deadline með streng og integer. Á ég eitthvað sem við getum matchað það? Já, hérna print-deadline sem tekur inn 2 breytur af sikkurri tegundinni, mætti vera sama reyndar og það sem C++ gerir hann bara copy-pastar þetta fallega í einhver nýja skrá, þar sem búið að skipta út öllum tíðanum fyrir string og öllum dugunum fyrir int. Það sem gerist að það verður til þetta hérna fall. Og það búið. Já. Akkurat. Það sem getur gerst líka með template, það sem við tala bara betur þegar við förum í hérna template bara í lok annar, að klass og typename nákvæmlega sama. Bókin notar typename, það bara nákvæmlega sama klass sem við notaði hérna. Þetta bara sama nafnið yfir 2 hluti. Typename betra, sko. Eðlilega. Segjum hérna TA og TB. Það erum við 2 breytur af tíðum T og segjum bara segja til hvort hérna A sé minni en B eitthvað sliðis. Sakleysislegt fall. Og C++ mun þýða þetta eins og ekkert sé. Og málið það að þessi föll ekki föll. Það sé að template ekki C++ kóði, heldur sniðmáta af C++ kóða. Það sé að það það sem við erum að gera við erum að búa til svona skapalón og svo getum við hérna fyllt inn í eyðurnar hérna með þessu hérna. En C++ garanterar ekkert að það sé endilega hægt að fylla í þessa eyðu hérna með hverju sem Það ekkert víst að við getum sett hvað sem inn. Þannig að jú, ok, við segjum hérna þann af segjum hérna int A er 3 og B er 4. Hvernig má fann með A og B? Ekkert mál. Ok, hvað þetta eru doppultölur? Minnsta máli, ok, þannig erum við búið til annað fall. Jafnvel strengi. Ekki með strengi. Takk. Meira sér að þetta virkar. En hvað við
búum til vektor og reynum að bera þá saman. Það er greinilega hægt. Ok. Það er búin til okkur ein klasa. Það gerir ekki neitt. Og, ég vissi, ok. Og til okkur ein klasa, reynum að bera saman þá segir hann hérna. Halló, kallar minn, það er ekki til neitt sem heitir minn en í klasanum A. Og hann segir það mér að segja, ok, þetta er óvenjulegt með, já, yfirleitt er að, já, þetta er svona eðlilegt, við skilum það. Það er að segja að maður skilur ekki neitt í henn, en þetta er þetta mjög skýrt hérna að ég bara, það segir bara no match for operator minnum í A minnan B, það er að segja, ég kann bara ekki að bera, ég veit ekki hvað þetta minnum þýðir þegar það er með eitthvað að típunni A. Ekki hugmynd Þannig að já, template er bara nákvæmlega það eru bara template, þetta er bara svona sniðmát af einhverju, þetta er bara svona kóði sem á þetta að fylla inn í og C++ bara horfir á kóðan ykkar, hvernig hann er að nota þessi template og hann bara smíða þau, hann bara býr til, ef við erum að nota þetta fall með strengi og boolean og integer og eitthvað fleiru, þá mátum við búa til jafn margar útgáfur af fallið. Og þannig kemst hann að því bara á þýðingartíma hvort það sé rétt, af því að hann þarna copy-pastaði þetta fun-fall, setti A í staðinn fyrir T-in og svo tekka hann á því, ok, er til hérna, þú veist, A minnan B er til minnum virki fyrir típuna A, það er ekki til, þannig að þá klikkar það. Einhverjar spurningar? Ok, þá vil ég bara hvetja ykkur til að nota þetta debug utils.